heiti Elsa Ég heiti Jonni. og við erum Sögukastið. Verið velkomin aftur. Verið öll hjartalega velkomin. Allt svo formlegt. Já, ég veit. Sem svo fyndi að við erum svo alls ekki formleg. Nei, við erum andstæðan. Við erum allstaðan. Já. Ég er blót eins og sjóari og þú ert eins og þú ert. Þetta hljómar ekki vel. Oh my god, nei. Þetta var djók. Mm En allána, Já, þessi þáttur þátturinn í dag átt að vera dauða Marlin, en endar í raunin á því að vera bara ævilok. Þetta er svolítið mikil kannóla og ég er formlega komin með litla bíðaritgerð. komin í 10 stálu þegar ekki? Jú, nákvæmlega 10.346 orð og ég á eftir að í rauninni, ég var bara rétt byrja á dauðinar. Þetta er bara gegja. Já, þetta er allan ég vissi mikið Marlin en þetta endaði samt á að vera aðeins stærra en ég bjóst við. Algjörlega. Þannig að já, þetta endaði sem 4 þættir. Fair enough. En ég menna, það verður eitthvað tíma þess að við verum kannski með lengri efni heldur Marlin með þessu. Þannig að það bara Og kemur í ljós. við erum samt að gleyma því mikilvægasta. Hvað? Við erum eins árs. Já, við erum eins árs. Yay! Hey! Til hamingju við. Við áttum afmælið 29. maí. Mhm. Það hefur komið ár síðan við gáum út fyrstu 4 Já. þættin okkar. Sem, já, við erum einstaklega stolt af. Ég er bara rosalega stoltur af okkur báðum að hafa enst þetta lengi. Þetta hefur verið ferðalag Já, svo sannarlega. og einmitt upp og niður með hversu vel við gefum út. En það er líka bara upp og niður í lífin okkar. Já, og svo líka bara upp og niður í hvort við getum tekið upp. Líka, oh my god, manstu þegar við lendum í að þurfa að taka upp sama þáttum 4 sinnum. Ó já, guð, það var svo mikið vesen. Og Hvað þáttu var það aftur? Manstu það? ég man það ekki, en við vorum eins og bíluplata. Já, einmitt. Mér leið eins og ég var að vera geðveikur Já, tímabili og því ég var að heyra hlutin aftur og aftur og aftur. og aftur. Það er hrikalegt sko. Og svo var líka alveg mjög langt tímabil. Það sem við þurftum í rauninni að vera með svona 4 klukkutíma til þess að taka upp eitt þátt. Já, Af því að það var eitthvað sem að breytti stillingunum í græjunum. já, einmitt. Þannig að það komi 14 fælar Já, fyrir eitt þátt. fyrir eitt þátt. Þannig að við þurftum alltaf að eyða út öllum hljóðfælunum í hann Audacity Já, og það var svona bara fyrir venjulega þátt vorum við svona klukkutíma bara að fá þáttinn úr tækinu yfir í tölvuna. Já. Að því að það var svo lengi að lótast að því að hvert einasta fæl var bara 3,eitthvað gigabæt. þetta var hrikalegt. En við fyrir ekki meira út í tæknilegina. Nei. En við erum hér og við erum ekki hætt. Já. Við erum að fara að halda áfram. Engar ákjör. Já. En þið með skála ef þið viljið fyrir okkur. Já. Fyrir Sögukastinu. Við erum búin að því, þannig að, já. Já, við gerum það í gær. En mér langar að byrja, eins og vanlega, með, Question. ég er að breyta aðeins. Þetta er í rauninni, sem sagt, ekki beint framhald af því sem ég var með seinast, en eitthvað sem ég í rauninni hefði átt að segja frá Já, þú glemdir. og gleymdi. Og þetta er eitthvað sem kannski fólk hefði actually áhuga á. Og það er í rauninni bara að tala frægt fólk sem var blacklistað í McCarthyismanum. Og það eru mjög stór nefnana. Já. Sá frægasti er Charlie Chaplin. Alltaf bara legendið. Já, sem sann kemur ekki á óvart. Nei, alls ekki. Sérstaklega ef maður horfur á The Great Dictator. Já. Það er einmitt loka senan þar sem hann talar ást og frið og jörð Já. og heimsku mannkynsins. Ræðan góða. Já, það má ekki tala ást hér. Það er of kommunist. En já, hann var blacklistaður í rauninni fyrir þessa mynd en líka bara fyrir skoðanir sínar. Já. Síðan er Richard Attenborough og það er bróðir David Attenborough. Já.
og hann sem sagt var mjög stór leikstjóri í den. Leikstjóri myndinni Gandhi sem var eitthvað 3 tíma ævisaga Gandhi með Ben Kingsley að hlutverki og ofan á það þá lék hann mjög frægt hlutverk í Jurassic Park þar sem hann var eigandinn. Það Richard Attenborough. Já! Oh my god. Þannig að hann segir hann Welcome to Jurassic Park. Já. Það hann. Oh my god. Og hann leikstýri hellinga einhverju dóti og svona. En eru fleiri? Já, Luis Buñuel. Buñuel. Hann var mjög frægur sem sagt á arti-senunni 1920 var með Dali og þeim að svona gera hluti í og svona frægasta verkið hans Le Chien Andalou sem þetta er bara hryllingsmynd sem hann og Dali gerðu. Ég held að þetta sé voða nýs, eitthvað sem við þekkjum? Sko það rauninni engin svona þannig sem eru rosastór en það svona nokkri sem svona hafa haft áhrif í dag. Pete Seeger hann sem sagt sá sem hittir Bob Dylan og kemur fram í Complete Unknown leikinn af Edward Norton og einmitt þegar við sjáum hann fyrst það sem sagt McCarthy dómhöldin gegn honum. Og ég man ekki eftir þessu karakter. Manstu ekki? Ég man ekki eftir Edward Norton í þessari mynd. Í alvörunni? Þetta er fyrsti karakter sem maður sér. Það var alltaf með banjóið. Já, ertu að tala hana, það er ekki Edward Norton? Jú. Ha? Já. American History X Edward Norton? Já. Nei. Jú, víst. Nei. Jú. Nei, núna ertu að ljúga mér. Nei. Jú. Nei. Í alvörunni, Elisa. Þú ert að ljúga mér. What? Já. Hvernig fattar ekki að þetta var Edward Norton? Hvernig átti ég að fatta að þetta væri Edward Norton? Hann lítur alveg eins út. Nei, hann gerir það ekki. Víst. Nei. Jú. Nei, ég er í andlegu. Hvernig? Ha? Nei. Jú. Þetta er eitthvað. What? Já, þetta er Edward Norton. En já, þannig aðtriðan að það sem hann ætlar að syngja þarna. Já, hann er réttarhöldunum. Já, það er sem sagt Pete Seeger og þetta eru McCarthy réttarhöld. Nei, sko, ég er í áfalli. Ég er að þessi Edward Norton. Ég vona að þessi eitthvað reyna að sammála mér. Ég held að sé langflestir ósamlaðir. Út í hann lítur nákvæmlega út á Edward Norton. Jú. Mér finnst það alls ekki. Ég skilði ekki. Ég skilði þið ekki. Nei. Allavega hana. Já, er ykkur fleiri? Já. Dorothy Parker, sá sem skrifaði A Star is Born upprunlega. Arthur Miller náttúrulega, eins og við höfum nefnt. Langston Hughes sem var í The Harlem Renaissance. Dalton Trumbo, það er einn af þessum Hollywood 10 sem ég nefndi og skrifaði The Roman Holiday myndina. Ég minn einasti. Og veist það sem allir eru að missa sig út af hana Fontana di Trevi í Róm, það er út af þessari mynd. Og síðan Leonard Bernstein, sá sem gerði tónlistina fyrir West Side Story. Það var svona stærstu nöfnin. En ef ekki bara henda okkur í þetta? Ekki. Næst síðasta Marlin, sem átti að vera síðasta Marlin, en þú veist, já, lífið. Já. Herru, við endum síðasta þátt á því að Marlin og Arthur Miller gengu í það heilaga 2 sinnum á sama deginum. Það er heldur vel sem ekki. Einnig var nýjasta myndin hennar The Bus Stop í framkvæmd. En það var einmitt myndin þar sem hún mátti ráða svona flestöllu sem kom myndinni við. Já, einmitt. Mástu hún mátti ráða leikstjóra og búninga og... Já, ég man ekki nafni á honum en hann átti erfitt með að vinna með henni fyrst en líktinni við síðan Charlie Chaplin. Já, einmitt. Joshua Logan. En það var einmitt svo í ágúst árið 1956 sem The Bus Stop var frumsýnd og örugglega mikið stress og spenningur sem fylgdi henni en myndin fékk mjög góða dóma og henni gekk vel í sýningu. Ok, gekka.
Marlene þótti leika vel í myndinni og ein gagnrýnin sagði að hún hefði loksins sannað sig sem alvöru leikona. Já, geggjað. Og einnig fékk hún Golden Globe tilnefningu sem besta leikonan í aðalhlutverki í söng og eða gamanmynd. En vann þó því miður ekki. Nei. En geggja að fá tilnefninguna. Já, geggjað. Veit ekki fyrsta tilnefningin? Þú var tilnefningin. Jú. Þrátt fyrir að ágúst hafi byrjað sem góðu mánuður fyrir okkar konu, þá endaði hann því miður ekki þannig. En í ágúst, bara sami mánuður, þá hófust tökur á myndinni The Prince and the Showgirl, sem byggð á samnefndu leikriti eftir Terence Rattigan. Myndin var tekin upp á Englandi og leikstjóri myndarinnar, meðleikari og kóframleiðandi var engin annar en Laurence Olivier. Wow. Eða Lord Olivier, sá einnig Baron Olivier. Olivier. Já, þetta er svona fancy nafn. En það er samt alltaf talað um The Right Honourable. Í alveg? Já, The Right Honourable, þú veist, Lord Olivier eða Baron Olivier. Vá, það er magna. Og hann var, þú veist, fekk líka knighthood, þannig hann er líka Sir. Já. En já, hann er einn þekktasti breski leikarin. Átti bransan. Já, á þessum tíma. Á sínum hápunkti í rauninni. Og já, er hálfgerð góðsögn. Já, hann er það. En við munum potið taka hann fyrir sérstaklega. Ég mun skráða niður, en ég er búin að klæma hann. Fair enough, ekki máli. Þessi mynd í raun átti því að vera stór. Með þau 2 í aðalhlutverki og hann að leikstýra myndinni. En þarna var hann búin að vera í bransanum síðan cirka 1920. Já, hann búin að vera svo lengi. Hann byrjaði 20s en svona alvöru 1930 eitthvað. En var samt, já, búin að vera í bransanum allan enn tíma. Var á sviðinu líka bara. Já, en einnig hafði hann leikið og leikstýrt leikritinu The Prince and the Showgirl þegar það var sett upp árið 1953. Okay. Þannig að hann er með svona sterkar tengingar við þetta verk, mætti segja. Það voru því miður árekstrar og mjög mikill ágreiningur þeirra á milli. Ég skil. Frá upphafi. Mögulega áður en tökur hófust formlega. Þeim kom alls ekki vel saman. Ég skil. Hann Laurence fættist árið 1907 og var því 19 árum eldri en Marlene. Það er því mögulega hægt að segja að hluti af því sem átti sér stað á settinu var vegna aldursmun, kynslóðamun, hvernig bransin var á þessum tíma. Já. Mögulega hvernig Laurence þekkti bransan. Einmitt. En ég held samt sem áður að í grunninn hafið þau bæði bara verið sjúklega þrjósk og ekki vilja beygja sig fyrir hvort öðru. Nei, einmitt. Það er allavega víst að þarna vorum 2 mjög stórir karakterar að reyna að hafa rétt fyrir sér. Já, og örugglega svona vanalega þegar þannig hluti gerast þá sést það í myndinni annarkort til eins góða eða ekki. Við höldum áfram. En svo líka er þetta 50s. Já. Það er svolítið mikill Kvenvirðing. Já. Talið er að Laurence vildi að Marlene myndi leika og túlka karakterinn sinn á sama hátt og Vivien Leigh gerði á sviðinu árið 1953. Já, Vivien Leigh. Okay. Einn punktur hérna að Vivien Leigh og Laurence voru gift í 20 ár og þau voru gift þegar leikriti var sett upp, svo mögulega hafi það eitthvað að segja málið. Ég skil. Já. Hann er örugglega bara að fengja að stjórna konunni sinni. Já, hún er örugglega ekki þórað að stíga. En það eru bara, við erum ekki með það staðfest, það er bara... Nei, algjörlega. En svona ástæðan fyrir þessum svona ásökunum er að einn daginn þá öskrar hann mjög reiðilega á Marlene. Það eina sem þú þarft að gera er að vera sexy. Já, hún meinar. Sem hefur alls ekki farið vel í okkar konu. Nei. Og mjög skiljanlega. Já, the only thing you have to do is be sexy. Galið, sko. Öskraði hana. Já. Einnig var hann ósáttur með að Paula Strasberg, leikþjálfari eða svona acting coach, Marlene var á settinu. Að því hún var
þú veist, hún var samt svona meira annað sem stuðningur við Marlin. Já. Líkt og hefur komið fram að þá var Marlin með frekar mikla fullkomna áráttu þegar kom að leik sínum og setti, að mætti segja, óraunhæfar kröfur á sjálfa sig. En einnig var hún líka oft bara mjög stressuð á setti. En þessi fullkomna árátta hefur verið eitthvað sem Lawrence hefur ekki verið sáttur með. Nei. Andrúmsloftið á settinu varð fljótt mjög eitrað og fór Marlin viljandi að mæta seint og vera ósamvinnu þýð. Eins og hún hefur gert áður. Já. Seinna nefndi hún þennan tíma: ef þú virðir ekki leikarann þinn á your artist, þá getur hann ekki unni vel. Já. Sem vissulega er satt. Algjörlega. En þetta hjálpaði alls ekki ástandinu. Nei, og já, leiðilegt að segja, en bara vinnubröðin á þessum tíma voru ekkert góð. Nei. Og það var engin virðing sett gagnvart neinum fyrir utan leikstjórunum kannski. Nei, þetta er náttúrulega svolítið erfitt þar sem hann er að framleiða myndina að hluta, þú veist, co-producer. Hann er að leika í aðalhlutverki og hann er að leikstýra. Einmitt. Það var þó ýmislegt sem okkar kona var að glíma við, sem ég efast að restina krúnu vissi af. Til að mynda tók andlega hliðin hennar mikla dífu og varð hún enn háðari þeim pillum sem hún var að taka nú þegar. Einnig er talið að hún hafi mist fóstur á þessum tíma. Já, ok. Þrátt fyrir allt sem gekk á, þá tókst þeim að klára að taka upp myndina á réttum tíma undir lok ársins 1956. Og til er mynd sem byggðir á bók, dagbók. Ein strák sem vann á settinu. Það var fyrsta starfið hans í bransanum, var að vera svona assistant on set. Já. En hann eyddi miklum tíma með Marlin. Hann var svona hennar komfort á settinu. Já, svona, ekki kynferðislega. Nei, en svona eins og svona persónlegi rönnerinn hennar. Nei, þau bara, þú veist, tengdust, eða skilur þú. Hún gæti tala við hann og... Já, meina þannig, já. Ok. Þannig að hann eyddi mjög miklum tíma með Marlin á meðan tökum stóð. Já. Hún heitir bara My Week with Marlin. En ég mæli eindrið með henn, hún er virkilega góð. Er ekki hana Carey Mulligan sem leikur hana í þeirri mynd? Nei, hún hana... hvað heitir hún? Við vorum ára og þættum með henn á Disney. Já, hana Dying for Sex. Já. Er það ekki Carey Mulligan? Nei. Þetta er fyrirhandi kona hérna Heath Ledger. Já, ég veit. Með mynd að það var Carey Mulligan. Michelle Williams. Ég ruggla Carey Mulligan og Michelle Williams rosalega mikið. Já. Þær eru alveg pínlíkar. Já, en hérna þú verður að sjá þessa mynd. Já, ég veit. Mér langar að sjá hana. Það er Eddie Redmayne sem leikur hana aðstofamanninn. Já, leikur aðstofamanninn. Já, og það er Kenneth Branagh sem leikur Laurence Olivier. Nei, geggjað. Gott kast. Ég meina, Eddie Redmayne hefur litið út eins og strákur frá því að hann byrjaði. Já. Og lítur ennþá út eins og strákur. En mér finnst líka hún samt ná Marlin freka vel. Já, hún er með andlisfellin hennar, sko. Þannig að þetta er mjög gott casting fyrir mér. Já, þetta er virkilega góð mynd. En það er nefnilega, þú veist, hann fer að eyða nefnilega tíma með henni utan sets. Í rauninu svona haldinni góðri. Já. Á vissan hátt. Reyna haldinni í jafnvægi. Svona pínu svona eins og emotional support animal. Já, þannig að þau allan að tengjast, þú veist, og hún fyrir að treysta honum eða skilju. Ég er ekki að spoila neinu. Nei. Að því að myndin heitir My Week with Marlin. Akkurat. En það er ekkert kynferðslegt. Þetta er bara, mæl með. Þrátt verið að þau hafi náð að klára myndina. Þá grunar mig að hún hafi ekki verið jafn góð og hún hefði geta orðið. Nei. Ef allt væri góðu. En þegar myndin kom úr þá fekk hún góða dóma. Og hann gekk alls ekki vel í Bandaríkjunum. Já, ok. Fekk alls ekki góða dóma þar og gekk ekki vel í kvikmyndahúsum. En hún var þó frekar vinsæl í Evrópu. Sem ég svona skil ekki alveg. Já, þú veist, Evrópsk kvikmyndagerð á þessum tíma er aðeins öðruvísi. Nei, já. Veist,
veist, ég hef ekki séð myndina þannig, ég get ekki Nei. sagt neitt sko, en þú veist, það voru aðeins öðru standardar. Já, en Marilyn fekk meðal annars David Di Donatello verðlaun styttu Já, og frönsku Étoile de Cristal verðlaunin sem heita þá í dag César, ok. en það var breytt nafninu en úr kristallstjörnunni yfir í César. Já. En ásamt því var hún einnig tilnefnd til BAFTA. Þannig já, mjög skiptar skoðanir. Já, þannig að höta hann allir í Bandaríkjunum? Bandaríkjunum en elska hann allir í Evrópu. Já. Áhvert. Eftir The Prince and the Showgirl tók Marilyn sér frí frá í raun öllu. Alltaf tala hiatus. Já. Í 18 mánuði. Já, ok. Þessi tími var þó frekar erfiður en hún fekk utanlegs fóstur árið 1957 og þau sem vita ekki hvað það er, þá er þess að þegar fóstrið er ekki í leginu heldur er það í eggjaleiðaranum og þetta getur bara verið stórhættulegt. Já, ekki ógeðslega kvalafullt. Jú, já. En hún verður svo hérna aftur ófrísk og missir árið seinna. Já. En henni langaði virkilega í fjölskyldu og það er ekki hægt að segja að hún reyndi ekki, af því að ég held að sé ekki til tala yfir hversu oft hún misti. Í alvörinni. Elsku kona. En það sem hún var að glíma við endometriósu, þá hefur afleiðingar hennar haft mikil áhrif á getu Marilyn til þess að verða ólétt og hvað þó ganga með barn, svona full term. Veistu eitthvað hvort hún hafi pælt í að ættleiða? Ég veit það ekki. Nei. En veist, ég ekki að búast við að þannig heimildi sér til, en veist, bara forðið. Ég held líka bara að það var ekki mikið það, sérstaklega ekki svona í bransanum. Nei, það er eina sem þetta er Josephine Baker, skilur, en það er kannski einn dæmi. Já, hún fór ekki beint alveg vel að því. Skipta skoðanir, en já. Á þessum tíma voru ósætti milli hennar og Milton Green sem átti Marilyn Monroe Productions með henni, eða MMP, sem var til þess að hún keypti hann endanlega út úr fyrirtækinu, sem gerði hana að eina eigandanum. Okay. Sem var mjög stórt fyrir konu á þessum tíma. En einnig var hún lögð inn á spítala vegna of stórs skammts af barbitúrat-töflum. Þannig að fíknin var orðin mjög slæm. Og það er deilt hvort að þetta hafi verið tilraun til sjálfsvígs. Já, það. Ok. Hún snýri aftur til Hollywood í júli 1958. Þá til þess að leika í frábæri mynd að mínum mati, Some Like It Hot. Jú. Ég eftir að sjá hana. Ég er mjög til. Þessi mynd er svo frábær og svo kjánaleg á sama tíma en á góðan hátt. Já. Henni er lýst sem comedy on gender roles. Já, einmitt. Og þrátt fyrir að koma út árið 1959. En þau eru 3 sem fara með aðalhlutverkin í þessari mynd. Það er hún Marilyn ásamt Jack Lemmon með 2 M-um. Já, það er mjög frægur á þessum tíma dýrkan. Og Tony Curtis. Ég vil líka, frábær. Marilyn ætlaði fyrst ekki að taka hlutverkinu, en Áður heldur að Tony Curtis er pappi Jamie Lee Curtis, sem er bara skemmtileg svona. Já, náttúrulega þú veist hvað mamminar er. Já. Náttúrulega legendi. Náttúrulega bara hryllingsmynda icon. Já, Scream í styrstunni. Eða þannig að öskri í styrstunni. Já. Hvað heitir hún aftur? Sorry að við erum að fara svona út fyrir. Það er Janet Leigh. Janet Leigh, auðvitað. En já, Marilyn ætlaði fyrst ekki að taka hlutverkinu, en ákvað það svo á endanum eftir að Arthur Miller hvatti hana til þess að taka það frekar heldur en hitt hlutverki sem hún var að skoða, sem var enn eitt svona dumb blond hlutverk. Já, ok, þannig að ég held að þetta hefur verið rétt ákvörðunin. Já, en einnig hjálpaði til að hún myndi fá 10% af gróða myndarinnar ofan á venjuleg laun. Ok. Líkt og tökunar á The Prince and the Showgirl þá voru þessar einnig kaotískar. Ég skil. Og hafa tökunar á þessari mynd verið kallaðar legendary.
eða meinar. góðsagnakendar. Ok, áhvert. Við kenna mér finnst sú lýsing vera fullt dramatísk en höldum áfram. Ég meina með Fitzgerald og já. Fullkomna áreitamarlin var í fullu fjöri við þessa tökur. Svo mikið að meðleikari hennar, hann Tony Curtis, líkti því að kissa hana væri eins og að kissa Hitler. Hvernig veit hann? Ég veit það ekki. En hann nefnir að ástæðan var svo að hann þurfti að gera það svo oft. Ég bjóst ekki við þessu. En ég held líka að það hefur verið margir kallmenn sem hefur verið til að skipta stað við hann. Já, 100%. En svona líst hann. Yeah, fair enough. Oh my god. Allavega. Einnig átti hún erfitt með að muna línuna sínar eða leika eftir leikstjórans. Hún Billy Wilder. Hann líka góðsandakendur. En þeim kom ekki vel saman. Ég skil. Og var það helst vegna þess að þau voru ósammála hvernig hún ætti að leika hlutverkið. Ok. En hann hafði einnig það orðspor á sér að vera erfiður að vinna með. Já, ég held að hann hafi verið með svipa á Marlin, svona fullkomnum áratu. Já. Og því að ég hef séð nokkrar myndir með Billy Wilder og þær eru rosalega svona formfastar. Já. Út í það veri. En sko seinna þá lýsti hún tökunum við sökkvandi skip. Ég skil, ok. Og hún kom með eina setningu. But why should I worry? I have no phallic symbol to lose. Hún var mjög orðhefn, ég skal gefa henni það. Já, þannig að hún basically bara segja þessi ykkur tippastælariðum. Já. Í rauninni. Já. Að tökum loknum þá virði sem Wilder var ánæður með loka útkomuna á myndinni. Þar sem hann hrósaði Marlin fyrir leiksinn. Ok. Hann nefndi að hver sem gæti muna línur. En þá þurfi alvöru listamann til þess að koma á sett, muna ekki línuna sínar, en standa sig samt eins vel eins og hún gerði. Það er rosa gott. Myndin Some Like It Hot var gífurlega vinsæl og hefur verið kölluð ein besta mynd allra tíma, meðal annars af BBC. Ok. Okkar kona vann einnig Golden Globe fyrir hlutverki sitt í myndinni sem besta leikuna í aðalhlutverki í söng eða gammynd. Þú veist að horfa á hana, hún er frábær. Já, mér langar, við ætlaðum að horfa á hana daginn og það virkaði ekki að því að þetta var amerískur geislatiskur. Einmitt. Nei, hérna DFT. En við finnum hana. Algjörlega. Á þessum tíma var andlega heilsan farin að hafa veruleg áhrif á daglegt líf. Eftir að tökum lauk á Some Like It Hot þá tóku sér aðra pásu frá bransanum. Þessi varði þá aðeins í nokkra mánuði en hún snýri aftur undir lok ársins 1959 til þess að hefja tökur á myndinni Let's Make Love. Hún fékk að velja leikstjóran og valdi George Cukor? C-U-K-O-R. Já, Cukor. Já. Og hún fékk Arthur Miller, eiginmann sinn, til þess að endurskrifa hluta af handritinu því henni þótti það lélegt. Menna, ef þú ætlar að fá eitthvað til þess að endurskrifa, þá er Arthur Miller heldur gott choice, sko. En eins og kannski heyrist, þá var hún ekki spennt fyrir þessari mynd. Nei. En þurfti að velja hana til þess að uppfylla samning hennar við Fox. Já, sem var eins og stóð, sem sagt, ein sem hún fékk að ráða allu. Já. En sem sagt Fox, já. Réðu og einmitt alltaf svona til skiptis. Já, og svo af og til myndir hérna sem voru þá co-producer með MMP. Já. En það var í rauninni svona, hún þurfti að taka þetta því að hún var vist eftir á. Já, hún var náttúrulega búin að taka nokkra pásur og eitthvað. Já. Tökur á myndinni tóku töluvert lengri tíma en áætlað var í upphafi.
og var það vegna þess að Marlene mætti ekkit endilega alltaf. Skil. Einnig var hún að halda fram hjá manninu sínum með Yves Montand sem lék á móti henni í myndinni. Yves Montand, býttu nú við. Það er nafn sem ég kannast við. Hann er sem sagt frægari sem söngvari. Já! Við höfum hlusta á hann áður. Sem sagt svona fransku, hann hefur tekið Sous le ciel du Paris og Les Feuilles Mortes og eitthvað svona. Sem við höfum hlusta á, sko. Já. Er þetta ekki í Frems? Playlistanum? Jú, akkurat. Allavega hann lék á mótinni Ok, og þau voru að halda saman. ég skil. Ég meina, hann er frækki. Og þau verðast ekki að hafa farið lengt með sambandið og var Ég það fljótt komið í fjölmiðla. skil. En svo verðið sem að það hafi heldur ekki verið mikill áhugi á myndinni almennt. Að þetta var náttúrulega öðrisi áður fyrr. Þá var alltaf svona verið að tísa myndunum í rauninni meðan þar voru í tökum eða áður en það fóru í tökur. Til þess að svona kanna áhuga. En framleiðendur myndarinnar notuðu framhjáhaldi til dæmis til þess að auglýsana. Þetta er svo mikið 50s Hollywood. Þetta er svona stereotypist eitthvað. Já, myndin hlaut ekki góða dóma og var helst minnst á það að það vantaði upp á þennan sjarma Marlene sem fólk var vant að sjá. Og þá bæði varandi leik og útlit. Á sama tíma var einn verið að leika eftir leikurum í myndina Breakfast at Tiffany's sem kannski flest kannast við og vildi Truman Capote fá Marlene í aðalhlutverk myndarinnar. Jaha. Reyndar þegar þú segir þetta þá meikar alveg sens með að við bókina, sko. Aha. Já. Það er alveg stóð náttúrulega hún Audrey Hepburn er iconic í þessu en þá þegar maður lesir þetta þá getur maður alveg séð Marlene fyrir sig. Já. En ég myndi segja á endanum var það Audrey Hepburn sem fekk hlutverk Holly Golightly í þessari góðsannakengnu mynd. Og ástæðan fyrir þeirri ákvörðun var einfallega svo að framleiðendur myndarinnar óttuðust að viðvera Marlene myndi flækja og eða skemma fyrir framleiðslu. Ég skil alveg leiðilegt að segja það en já. Já. En eins og ég dýrka Marlene þá samt eiginlega get ég ekki séð neina aðra heldur en Audrey leika aðalhlutverkið. Það er alveg rétt, sko. Hún er ótrúlega flott í þessu. Já. Ég er enda ekki séð myndina en maður hefur séð úr þessu, sko. Já, byrjun atriði geggjað. En við erum nú að nálgast endalok ævi Marlene og þið hafi kannski tekið eftir ákveðnu mynstri sem er að myndast hjá okkar konu. Sem ég finnst svo ömurlegt að lesa því ég veit ekki með ykkur en mér langar eiginlega bara að gefa knús og segja allt verið í lagi. Já. Núna verður þú smá spenntur. Ok. Síðasta myndin sem Marlene kláraði heitir The Misfits. Ok. Og var það engin annar en Arthur Miller sem skrifaði handritið. Ok. Sem var vist gert til þess að gefa Marlene svona aðeins alvarlegra hlutverk eða a dramatic role. Ok. En í myndinni leiku einni Clark Gable og Eli Wallach sem sum ykkur ætti að kannast við. Þeir leiku vist einhverja kúreka sem að... Einhverja kúreka? Einhverja kúreka? Í myndinni. Þeir leiku vist einhverja kúreka í myndinni. Og í þessari mynd? Já. Sorry. Mér fannst þetta bara hljóma eins og þú hefði verið að henda sagt, frægustu hlutverkuna þeirra. Já, störumyndinni. Afsakið. Eins og það hafi ekki verið neitt. En sem sagt, karakterinn hennar vingjast við Three Aging Cowboys og það er sem sagt þeir Clark Gable, Eli Wallach og Montgomery Clift. Montgomery Clift líka? Já. Tísur. Já, kannski heyri ekki, þá er ég mjög mikill vestraðanándi. Já. En að þeir líka kúrika í þessari mynd. Ok. Þrámundur Pálsson. Já. Ef það að skrifa handrit að mynd einungis fyrir Marlene átti að bjarga hjónabandinu hennar og Arthur Miller þá gekk það plan svo sannarlega ekki upp. Ný.
Stjórnsemi Arthurs varð mjög greinileg. Einnig var Marlin ósátt með að hlutverk Roslyn, sem var hlutverki hennar, hafði verið að miklu leyti byggt á Marlin. Ásamt því fannst henni hlutverki mun lélegra heldur en Karlkins hlutverk myndarinnar, en fyrir hlutverk sem átti að vera aðalhlutverk fannst henni það ekki vera aðalhlutverk. Já, ég skil það alveg. Já, þú hefur lesið þetta? Ekki The Misfits. Nei. Einnig átti Marlin mjög erfitt með að Arthur lagði það í vana sinn að endur skrifa atriði kvöldið áður en kvöldið áður en það átti að taka þau upp. Já, það er einn af þeim rithöfundum. Sem hefur alls ekki hjálpað við kvíðan hennar og það óöryggi sem hún fann oft fyrir tökur. Það hefur þá heldur ekki hjálpað að Marlin á að hafa tekið upp ástarsamband með konu á nafni Inge Morað sem var ljósmyndari sem vann á settinu. En þetta er eins og margt annað er allegedly. Já. Marlin átti mjög erfitt við tökur á þessari mynd og var ýmislegt gert til þess að þær yrðu kláraðar. Fyrir það fyrsta þá þjáðist hún af gallsteinum. Svo líkamleg heilsa var að hafa áhrif ofan á þá andlegu. Einnig var fíkn hennar orðin það mikil að oft þurfti að mála hana og græja hárið hennar meðan hún var enn sofandi eða nær meðvitundarlaus í vímu. Það er galið. Já. Augljóst að slíkt ástand gengur ekki til lengdar, sem einmitt ástæða þess að hún var lögð inn á spítala í viku í ágúst 1960 í hálfgerða afeitrun. Þrátt fyrir allt, þá var leikstjóri myndarinnar, hann John Huston, mjög heillaður af leik hennar, sem virðist alltaf vera svona repeating pattern. Já, kemur alltaf vel upp. Og það allir heillast af henni undir lokin, í rauninni, eins og allt sé fyrirgefið. Já, einmitt. Hann nefndi að þegar hún var að leika, þá þurfti hún ekki að feika tilfinningar. Heldur hafði hún þann hæfileika að geta notað sinn eigin sársauka í atriði. Já, þetta er svona þetta method acting kannski sem kikkar inn þar. Nei, að því hún bara notaði sitt. Já, ok. En sem er samt svo sorglegt að heyra. Já. And she was not pretending to an emotion. It was the real thing. She would go deep down within herself and find it and bring it up into consciousness. Þetta er ekki method acting. Nei. Það ætti ekki að koma neinum á óvart að Marlin og Arthur fóru í sundur eftir að tökum á The Misfits lauk. Í janúar árið 1961 sækir hún það sem kallað var mexíkóskur skilnaður. Ok. En mexíkóskur skilnaður er líkt og nafnið gefur til kynna. Marlin fór til Mexíkó til þess að sækja skilnað við Arthur Miller. Þetta var vel þekkt á þessum tíma og mjög vinsælt. En mörg sóttu skilnað þar sem skilnaður í Mexíkó var ódýrari, fljótari og einfaldari heldur en í Bandaríkjunum. Ok, já. Þetta er bara að fyndi. Já. Einnig þurfti ekki að koma með ástæðu skilnaðar, líkt og þurfti á mörgum stöðum í Bandaríkjunum. Okay. En þá þurfti oft annar aðilinn að vera sekur eitthvað, já. Til dæmis framhjáhald. Já. Þannig að það sem þurfti ekki. Nei. Þessi tegund skilnaðar var vinsæl hjá fræga fólkinu, líkt og hinu venjulega manni. En meðal þeirra sem sóttu mexíkanskan skilnað voru meðal annars Katharine Hepburn, Elizabeth Taylor with Eddie Fisher, okay. Richard Burton, Charlie Chaplin og Jane Mansfield. Ok, ekki dragdorningin sem sagt. Nei, það er James Mansfield. Já, ég veit. En samkvæmt heimildum þá var þessi skilnaður oft kallaður a quickie. Sem var skrifað öðruvísi. Það var skrifað Q-U-I C-K-Y. Er það ekki eins og Nei, quickie er með E-E. Já, það er rétt, já. Ávert.
En aftur að Marlin. The Misfits gekk ekki vel í kvikmyndahúsum. Mætti eiginlega bara segja að hún hafi floppað. Já, ég skil. En hún fekk mismunandi dóma. Sumi voru alls ekki sáttir með þróun karakterina, character development. Já. Aðrir sögðu að frammistaða Marlin hefði ekki verið nógu góð eða að handriti væri í raun gegn hennar karakter. Já, ok, þannig að þau kvörtu undan handritinu. Líka, já. en sem að útskýrir þær tilfinningar sem hún var með. En já, quoted er unfortunately for the film's structure, everything turns upon her. Já. Sumir segja þá að myndin sé klassík og að leikur Marlin sýni þroska hennar í leik og fólk gerir raunir að lofa leik hennar í myndinni. Ok. Hún tók sér þá alveg pásu frá leik árið 1961 en mikið af árinu fór í heilsu hennar. Til dæmis fór hún í aðgerð vegna endometriósu ásamt því að gallblaðran í henni var tekin. Þannig að 2 aðgerðir á 1 ári. Já. Einnig var hún lögð inn á spítal vegna þunglindis í tæpan mánuð. Hljómar saklaust, en fyrst fór hún sjálfviljug inn á The Payne Whitney Psychiatric Clinic en var seinna flutt á deild sem var fyrir fólk sem glímir við geðrof. En þar var hún læst inni í bólstrum klefa gegn vilja sínum í 3 sólarhringa. Nei. Jú. Eftir dvölina í einangrun var hún loks ferð yfir á Columbia University Medical Center. En það hefði ekki verið gert nema með hjálp Joe DiMaggio. Aha. Sem var, ef þau munið ekki, annar eiginmaður hennar. En þau hefðu tengst aftur sem vinir. Elsku Joe. Og ég held hann hafi alltaf elskað hana. Já. En það talaði að hún hefði eiginlega bara, þú veist, það er honum að þakka. Já. Að hún komst út. Já. Vá. Vel gert. Seinna sama ár kaupir hún sér svo hús og við 12305 Fifth Helena Drive í LA og byrjar á svipum tíma að deyta Frank Sinatra. En það endist þó aðeins í nokkra mánuði. Allt árið var hún að mestu utan sviðsljósins og kemur ekki tilbaka fyrir ennum voru 1962 þegar hún tekur á móti verðlaunu sem hún fekk. En hún fekk World Film Favorite verðlaunin sem voru gefin á Golden Globe verðlaunaháttíðinni. Ok. Á svipum tíma hefjast tökur á mynd sem átti að fá titilinn Something's Got to Give. En myndin átti að vera samstarf MMP og Fox og leikstýrð af George Cukor hana. Já. Með henni áttu þeir Dean Martin og Sid Charisse að leika aðalhlutverk. Nokkrum dögum áður en tökur hefjast, þá veikist Marlin. En hún fær það sem á íslensku heitir skútabólgu. Hvað er það? Sem er mjög svipuð ennishólubólgu, en með skútabólgu þá eru fleiri hólur en ennishólur stíplaðar. Þá er í raun verið að tala um að ennið, kinnar og nef sé allt stíplað. Það er ekki næs. Samkvæmt Vísindavefnum. Já. Samkvæmt lækni var ráðlegt að fresta tökum, en 20th Century Fox hunsuðu það og tökur hófust samkvæmt plani í apríl. Þetta. Marlin var mjög veik í tökum, líkt og við mætti búast. Það er svo ógeðslegt að vera svona stíplaður. Þetta er eðlilegt, sko. Já. Og næstu 6 vikur var hún að berjast við að mæta og að fá að fresta tökum vegna veikinda. Margir læknar höfðu staðfest veikindin og ráðlögðu að hún ætti að fá að jafna sig. En þetta er búið að vera hann líka bara viðvarandi. En Fox var ekki til í það og reyndu að pressa á hana að gefa út yfirlýsingu að hún væri að feika veikindin. Nei. Ándjóks hoppi upp í raskat eða okkur, sko. Þann 19. maí var planað að fagna afmæli John F. Kennedy, Bandaríkjaforseta, með stórri hátíð í Madison Square Garden í New York. Marlin vildi mæta, en 20th Century Fox bönnuði henni það.
Af hverju? Þau bara vildu hún væri að vinna. Ég skil. Þrátt fyrir mótmæli Fox þá mætti Marlin í ammalið. Já. Og finnst ég skilja það? Nei, sorry, ef að okkar kona vill gera eitthvað þá gera hún það. Já. Það er bara Ég það. meina, þú veist, hún var lasin en þið leta hann að vinna og ásökanum legar Ég mitt. og ég skil því hennar hlið, svo sannarlega. En á sama tíma var búið að vera vesen á henni á setti síðust ár. Þá svo Já, skilur já. maður smá Fox. En Já, en En- þegar, samt sem að þegar komi sem sagt, nokkrir læknar, já, þeir eru fíblinn þarna. já, þú veist, þá er ekki þetta dispjúta, skilur. Já. Þetta er bara, já, allan. Og ég meina, hún hefði getað þá bara fengið sinn tíma til að jafna sig og svo mætt. Já, akkurat, Eða skilur við það að því hún er minn lengur veik svona. ég mitt. Allavega, hún mætir í amalið og meira en það. Jú, já. Marlin fer nefnilega upp á svið og syngur ammælisöngin fyrir forsetan á mjög seiðandi hátt. Jú, já. Það má alveg vel segja það og í gullfallegum kjól sem var beige litaður og þakinn steinum sem gerði það að verkum að þegar hún var upp á sviði með sviðsljósið á sér leit út fyrir að hún var í nakin á sviðinu Ég mitt. sem olli vissulega miklum usla enda forsetinn giftur henni Jackie Kennedy Akkurat. og þetta er bæði við kjólinn sem að Kim Kardashian eyðilagði. Jáp. Hún átti bara ekki verið í honum. Ég Það var skil- enginn að vera í þessum kjól. Nei, þetta er sagnfræðilegur munur. Já, við erum bæði pirruð yfir þessu, engar ágjur. Þegar hún snýri aftur til Hollywood til þess að halda áfram með tökur á Something's Got to Give, þá, Ég held ándjóks að þú ætlar að segja til þess að halda fram hjá. nei, hún er náttúrulega ekki að halda fram hjá, Nei, ég veit, þetta Já. var bara hausinn fór strax ánga. en þá tekur hún upp atriði þar sem hún syndi nakin í sundlaug. Ok, Fox sýndi þá svo sannarlega hversu siðlaus þau voru. Því þau buðu fjölmjölum að koma og taka myndir á henni á meðan upptöku stóð nei. til þess að auglýsa myndina. Myndina voru svo byrtar í live tímaritinu og var það í fyrsta sinn sem nekta myndir voru byrtar af stjörnu sem var ekki að hefja ferilin sinn. Sko, mér finnst þetta rosalega kaltæðið með við það að þeir vildu ekki gera samning við hana út af nektarmyndum. Já, sem voru teknar nokkrum árum áður meir. Einmitt. Já. Og þannig er þeir bara að bjóða upp á þetta. Þar sem hún hafði ekki haft tíma til þess að jafna sig á veikindunum, þá var hún væntanlega að taka veikindadaga. Og ég efast ekki um það að atriði í sundlauginni hafi hjálpað. Nei. Þá, í stað þess að sína stuðning, þá rak 20th Century Fox Marlin þar 7. júní og í kjölfarið kærði þau hana $750,000. Fyrir hvað? Brot á samning. Hvaða brot? Til þess að sína hvað þetta er mikill peningur, að þá eru þetta tæpar 8 milljónir bandaríska dollara í dag sem er 1 milljarður íslenskra. Vá. En ándjóks, hvaða brot? Hún kláraði ekki myndina. Það hún kláraði ekki myndina? Með allt. Bara brot á samning. Önnur leikona var fundin í hennar stað og það var hún Lee Remick sem átti að leika hlutverkið. En þegar leikstjórinn neitaði að halda áfram með myndina án Marlin, þá kærði stúdíó hann líka og framleiðsla á myndinni var stöðuð í kjölfarið. 20th Century Fox stoppuðu þó ekki þar. En Fox fór opinberlega að tala illa Marlin og kendu henni að tökur á myndinni hefði verið stöðuðar. Einnig sögðu þeir að hún væri mjög veik á geði. Já, þeir sögðu það bara. Opinberlega. Maður skilur núna að þetta hefði þróast út í Fox News. Svona ándjóks. Já. Jesus. En þau voru, já, bara opinberlega að tala illum hana, niðrandi til hennar, bara allt. Hins vegar tók það þau ekki langan tíma til að sjá að sér og seinna í júní, í sama mánuði á þeir rákana, reyndu þau að fá hana tilbaka. Nýr samningur náðist á milli þeirra seinna sumarið, sem ég finnst hann galið.
En í honum var meðal annars klausa að klára þyrfti tökur á Something's Got to Give, en einnig því átti hún að fá aðalhlutverk í myndinni What a Way to Go, sem Shirley MacLaine endar svo þá á að leika. Einnig var á dagskrá mynd líf Jean Harlow sem Marlene átti að leika. En ekkert varð af þessu. Nei. Þar sem umfjöllun Fox hafi gert mikinn skaða á ímynd Marlene, en allt sem hafði þó gengið á setti og áhrif hjónabandsins hennar við Arthur og allt, það hafði allt áhrif, en þó vildi hún reyna að bæta ímynd sína. Til þess fór hún meðal annars í viðtöl við ýmis tímarit, til dæmis Life, Cosmopolitan og einnig fór hún í sína fyrstu töku hjá Vogue, þar sem hún sat meðal annars fyrir nakin, sem ég finnst má sína hversu mikið hún vildi laga allt. En samt, ég veit það ekki. Þetta er ekki besta sem hún hefur geta gert. Nei, en mögulega er þetta svona Desperate Times. Já, þú veist, ég veit ekki. Umfjöllunin hjá Vogue kom þó ekki út fyrir en eftir dauða hennar. Jaha. Og var titluð The Last Sitting, eða síðasta takan. Okay. En aðfaranótt 5. ágúst árið 1962 finnst Marlene látin í svefnubergin sínu á heimilennar við 12305 Fifth Helena Drive. Já. Og það er þá hér sem ég ætla að stoppa. Þannig að þá er síðasti parturinn bara dauða hennar og það sem eftir kom. Já, þetta er nefnilega svolítið rosalega ævi. Já, veistu. Og maður verður pirraður yfir svo miklu, sko. Ég veit að það er margt sem hefði verið hægt að koma í veg fyrir og margt sem hefði gerst í dag en það er náttúrulega líka bara partur af, þú veist, öllu í rauninni. Ég veit að bara hennar arfleið er partur af þessari þjáningu því miður. Þannig að já, þú veist, það er erfitt að segja. Ég veit. En þetta er mjög sorglegt. Og síðan líka, ég veit að þú fílar Arthur Miller en ég fíla hann ekki. Ég er ekki aðdáandi af honum per se, en þú veist, ég hef lesið eitt leikrit og er að lesa annað núna. Og mitt fyrsta leikrit er mjög gott, en þú veist, ég veit ekki hann sem mannesku, skilur. Nei. Þú veist, þannig. Ég er allan ekki aðdáandi. Nei, ég skil það vel. Alls ekki. Og ég líka bara sorry, að því þannig erum við með frekar sterka konu sem vissulega hafði margt sem var að hamlinni og marga kvilla en hún var samt svo sjálfstæð. Já, algjörlega. Og ég meina hún gjörsamlega kom sér á framfæri. 100%. Þú veist, hún er ekki frá frægum foreldrum eða neitt annir, hún er ekki alin upp í þessu. Og svo líka bara að það séu kallmenn sem er greinilega svo ógnað við tilveru hennar eða tilvist hennar að þeir draga hana niður upp á sinn kostnaðin, reyna ég næði ekki að koma sér orði í þessu pirruð. Þetta er óþolandi. Þú veist, þeir reyna að sína að þeir séu svo sterkir, að þeir ráði við konu og þeir séu betri en konur. En það sýnir bara hversu litlir þeir eru. 100%. Já, veist. Og mér finnst Arthur vera það sérstaklega. Já, hann var það 100%, sko. Það er ekki spurningu það. Þetta er bara því miður eitt af þessum svona, þú veist, sögulegt samingi. Ég veit þetta er svona, það. Tíminn var bara svona ég veit sem er ömurlegt. En það er svo pirra mig. Ég veit, ég er alveg sammálaður. En hún er mjög mikil brautryðjandi í kvikmyndabransanum og einmitt hefur svona pínu gerði allan að stóran hluta af leiðinni fyrir konur í Hollywood. Já. Bara, þú veist, hvernig hlutverk þær geta leikið og svona. Og einmitt líka ofan á það, fyrsta svona independent producing fyrirtæki. Já. Sem er magnað. Sem heitir eftir henni mér svo. Já. Þannig að hún gerði margt ógeðslega magnað. Þannig að já. En þú veist, hún er bara 36 ára. Einmitt. Hún er ekki einu svona fertug. Nei. Það er magnað. Þannig að já, þetta er mögnuð kona. Já. Og að mínum að þetta er einn fallegasta kona. Já.
Allan hefur daginn. verið til. En heyrðu, Allavega, þá bara takk í bili, já, takk að þið nefndi að hlusta alla leið. já, Við, allt randi og þetta. já, við dýrkum ykkur Mm og við heyrumst. Takk fyrir að hlusta okkur í ár. Já, í heilt ár. Bye. Bye.